Ég heiti Hanna Lilja Oddgeirsdóttir. Ég er læknir og stofnandi Gina Medica. Gina Medica er heilsumiðstöð fyrir konur og þar styðjum við konur í gegnum umbreytingatíma breytingaskeiðsins en einnig konur sem að glíma við ýmis vandamál tengd tíðarhingnum sínum. Konur búa yfir alveg mögnuðu hormónakerfi og þegar kemur að kynhormónunum þá tölum við oft hormónaþríhyrninginn. Þetta eru svona 3 aðal hormón. Það er estrogen sem er aðal kvenhormónið, svo er prógesterón og svo er það líka testosterón. Því þó að sé oft talað testosterón sem karlahormónið, að þá er þetta líka mjög mikilvægt hormón fyrir konur og það er líka myndað í eggjastokkunum og á frjósemisskeiði er það myndað í meira magni heldur en estrogen. Ef við ímyndum okkur að þessi 3 hormón komi saman inn í partí, þá getum við hugsað estrogen eins og mjög mikla félagsveru, þetta er svolítið extrovert, mætir inn í veisluna með mikla orku og tekur með sér nokkrar vinkonur, serotonín og dópamin sem eru vellíðunarhormónin, en líka acetylkólín og glútamat sem sem svona virkja heilan, er svona svolítið drifkrafturinn. Estrogen er mikill stuðbolti og kemur inn með jákvæða og mikla orku. Testosterón er líka kraftmikið hormón og hann er líka svolítið mikill stuðbolti. Hann eykur áhuga og svona aðdráttaraflið, svolítið drifkraftinn, einnig kynlöngun og testosterón vonar innilega að þú finnir þér dansfélaga í þessu partí. Prógesterón hins vegar er svolítið rólegt og hægt og vill gjarnan bara vera heima í rólegheitunum. Það tekur með sér vinkonuna GABA sem er taugaboðefni sem róar taugakerfið, svolítið róandi og sefandi og ekki reikna með því að prógesterón verði lengi í þessu partí. Það vill gjarnan fara snemma heim og leggjast bara undir teppi í kósí. Tíðarhringurinn skiptist í 4 fasa. Í blæðingafasa þá eru hormónin estrogen og prógesterón mjög lág og þar getur verið svolítið lágt orkustig og þú getur haft meiri svefnþörf og meiri næringarþörf. En svo eru sumar konur sem samt upplifa að það komist ákveðið jafnvægi á þessu stigi og ef þú hefur til dæmis meiri orku þá bara flott að auka ákefð og hlusta á líkamann og fylgja því. En ef þú ert orkulítil, hugaðu þá að góðri hvíld, góðri næringu og hvað varðar hreyfingu, þá getur verið gott að fara þá bara frekar í léttari göngutúr, jóga, eitthvað svoleiðis í staðan fyrir að fara eitthvað að auka ákefð á þessu stigi. Næst tekur við eggbúsfasi og þar fara estrogengildin hækkandi. Eins og ég sagði áðan þá er estrogen orkumikið hormón og drifkrafturinn getur aukist og getur fundið fyrir meiri orku, svefn og næringarþörf minnkar. Þú getur þurft að sofa minna og jafnvel þurft að borða aðeins minna en á öðrum tímum. Í eggbúsfasanum og í kringum egglos þá hækkar estrogengildi og testosterón píkar einnig í kringum egglosið. Þú getur fundið fyrir auknum krafti, minni svefnþörf og hér er endurheimt og uppbygging vöðvafrumna hvað mest. Hér er því gott að einbeita sér að góðri próteinintöku og styrktarþjálfun og nýta þennan kraft sér til góða til að hámarka árangur. Og eftir það þá falla estrogen og testosteróngildi en prógesteróngildin fara eins og að hækka. Hér er gott að hlusta á líkamann því hann veit alveg hvað hann vill og hvað hann þarf. Til þess að búa til prógesterón þá þarf líkaminn nóg af kolvetnum og hann þarf líka magnesíum. Þannig að ef þú finnur fyrir aukinni súkkulaðilöngun eða bara aukinni næringarþörf, skuldu hlusta og fylgja því og þannig styður við líkamanninn þannig að hann virki sem best. Á þessum tíma er endurheimt hvað minnst og ef þú finnur fyrir því að þú ert orkulítil á þessum tíma þá er gott að hægja aðeins á, minnka ákefð og huga frekar að bættri tækni því hérna er innsæið mjög gott og gott að nýta sér það á þessu tímabili. Með því að þekkja eigin tíðarhring og átta á því hvernig þér líður í hverjum fasa, þá getur þú nýtt það þér í hag. Því hver fasi hefur tilgang og þú hlustar á líkamann með því að aðlaga til dæmis hreyfingu, næringu og svefnin, þá ert að vinna með kerfinu þínu og styður þannig við það þannig að þú fáir það besta út úr því sem þú ert að gera.
Hver kona hefur sinn einstaka takt. Þekkir þú þinn?